daginn. Ágætu málþingsgestir, ég býð ykkur hjartanlega velkomin á síðasta málþingið af 4 mannréttindi hversdagsins. And I would especially like to welcome Rosemary Garland-Thompson. That comes from Emory University, and I'm really looking forward to hear her keynote speech. Öryrkjabandalag Íslands, rannsóknarsetur í fötlunarfræði og félag fötlunarrannsóknir hafa staðið sameiginlega þessum málþingum og samstarf af þessu tagi nauðsynlegt fyrir þróun málaflokksins. Á málþinginu í dag umfjöllunarefni fötlun og menning, en það efni sem almennt hefur lítið farið fyrir í umfjöllun og málefni fatlaðs fólks. Ég var á norrænum fundi í fyrradag þar sem var verið að ræða mikilvægi menningar og aðgengis fatlaðs fólks á menningu, bæði sem njótendur og þáttakendur. Í því sambandi var meðal annars rætt mikilvægi táknmálstúlkunar á Eurovision söngvakeppninni. Jafn sjálfsagður hlutur eins og söngvakeppni á einmitt að vera til umræðu, því það á að vera sjálfsagt að allir fá að taka þátt og njóta. En málþingin 4 hafa einmitt endurspeglað fjölbreytni í aðkomu að málefnum fatlaðs fólks og sýnir þátttakan hér í dag að áhuginn mikill. Þá vil ég nefna að bókin Fötlun og menning Íslandssaga í nýju ljósi sannkallað komfortmúli þegar kemur að yfirskrift málþings dagsins. Og ég hvet ykkur til að eignast bókina, en hún fæst í bóksölu stúdenta. Ég vonast til að þið njótið dagsins og vænti þess að þið sem hér eruð vilja taka þátt í því að byggja betra samfélag fyrir alla. Að lokum þá gefi ég Guðmundi Magnússyni leikara og forvera mínum í starfi orðið, en hann málþingsstjóri dagsins. Njótið dagsins. Takk. Komið sæl. Við byrja á svona tæknilegum atriðum eins og tónvaskvi hérna og þeir sem að þurfa að nota hann beðnir að snúa sér til Báru, hvar sem hún og hérna en þið hafið það í huga að snúa okkur þangað. Þeir sem að tala í mikrofóna að tala beint í þá, þannig að þeir sem að nota til tónvaskvann geti nýtt sér hann og það heyrist þá allan sal líka. Þetta mjög mikilvægt. Það verður bókin sem að hún talaði Ellen, þessi hérna, hún verður til sölu hérna frammi frá 10:30 til 11:30 og ég hvet ykkur til þess að hérna skoða það betur. Það ekki boðið upp á hádegismat, en það verður tilboð í heilsu hlaðborðinu hjá munnherfunni hérna á tæpar 2.000 krónur 1950 og sá staður hérna á jarðhæðinni, en svo Kolabrautin sem svona fínn veitingastæður hérna á 3. hæð, þar sem með alls konar svona. Þannig að fólk getur valið hverju sem og svo náttúrulega bara hægt að skjóta hérna út á Bæjarins bestu eða eitthvað, þetta ekki svo langt. Ljósmyndir á borðunum hérna hjá okkur. Salnum upplýsingar og hugsanir ljósmyndarans Höskuldar Þórs Höskuldssonar, sem kallar sig Höska, ljósmyndir hans sem hafa birst á sýningatjaldinu í salnum frá upphafi og munur að rúlla á tjaldinu í kaffi og matatíma. Mjög áhugaverð. En þá gef ég bara Kristínu Ingólfsdóttur, hérna, rektors Háskóla Íslands, orðið. Gjörðu svo vel. Ágætu gestir, kæri fundarstjóri, góðan daginn. Ég þakka kærlega fyrir að fá að vera hér í dag og taka þátt. Professor Garland-Thompson, Rosemary, it's such a pleasure to have you here. and as Ellen said, we're all awaiting your talk with great anticipation.
Góðir gestir, kennsla og rannsóknir í fötlunarfræði hófust við Háskóla Íslands fyrir 10 árum síðan. Námsbrautin er innan félags- og mannvísindadeildar á félagsvísindasviði og í tengslum við hana er rekið rannsóknarsetur í fötlunarfræði. Ég get sagt ykkur það að það hefur verið ævintýri líkast aðdánavert að fylgjast með uppbyggingu greinarinnar af hálfu þeirra öflugu einstaklinga sem komið hafa að henni. Þetta er orðin kraftmikil fræðigrein innan skólans í gjöfulu, innlendu og erlendu samstarfi. Fötlunarfræðin er í öflugu samstarfi við ýmsar aðrar greinar innan skólans, meðal annars á sviðum kynjafræði, mannréttinda, lýðræðis og margbreytileika. Mikil tengsl eru við fatlað fólk í samfélaginu og heildarsamtök þess og ég veit að það er mikið leitað til kennara ráðgjöf og fræðslu. Og það er gaman að geta þess að fyrsti doktorsneminn í fötlunarfræði útskrifaðist 2008 og í dag eru 5 doktorsnemar í námi. Á þessum fyrsta áratug hafa komið út 3 fræðibækur fötlunarfræði og nýjust þeirra er Fötlun og menning, Íslandssagan í öðru ljósi. Og hún fjallar fötlun í íslenskri menningu, gefin út af Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands og rannsóknarsetri í fötlunarfræði. Bókin er afrakstur samstarfsfræðimanna úr ólíkum greinum sem nýta þekkingu á sérsviðum sínum til að skapa nýja þekkingu og nýja sýn á þátt fatlaðs fólks í íslenskri menningu. Í stefnu Háskóla Íslands eru jafnrétti og fjölbreytileiki tilgreind sem grunngildi og útlistuð með þessum orðum. Háskóli Íslands leggur áherslu á lýðræðisleg vinnubrögð og jafnrétti á öllum sviðum starfseminnar. Fjölbreytileiki stúdenta og starfsmanna er styrkur Háskóla Íslands. Skólinn starfrækir víðtækt stoðkerfi til að tryggja nemendum sem þurfa á sérúrræðum að halda jafnan rétt til náms. Starfandi er ráð málefni fatlaðs fólks og innan stjórnsýslunar annars náms- og starfsráðgjöf, þjónustu og leggur til úrræði fyrir fatlaða nemendur. Undanfarin ár hefur túlkaþjónusta verið starfrækt sem auðveldar mjög aðgengi heyrnarskertra nemenda að námi. Og svo er sífellt unnið að því að gera byggingar aðgengilegri hreyfihömluðu fólki. Innan menntavísindasviðs fer fram starfstengt diplómanám fyrir fólk með þroskahömlun og tilgangur er að veita þeim möguleika til fullgildrar samfélagsþátttöku. Þá er ótalið þróttmikið jafnréttisstarf á vegum stúdenta, meðal annars á vettvangi jafnréttisnefndar og jafnréttisfulltrúa stúdentaráðs, auk þess sem nemendur starfrækja ýmis hagsmunafélög minnihluta hópa. Þá er starfandi jafnréttisnefnd háskólaráðs, jafnréttisnefndur á öllum 5 fræðasviðum og jafnréttisfulltrúi skólans, auk þess sem starfsmannasvið stuðlar með margvíslegum hætti að því að veita jafnrétti og fjölbreytni brautargengi. Ný jafnréttisáætlun Háskóla Íslands var samþykkt í byrjun þessa árs en hún byggir á stefnu skólans og leysir af hólmi fyrri jafnréttisáætlun, stefnu í málefnum fatlaðra og stefnu gegn mismunun. Markmið áætlunarinnar er að allir einstaklingar fái notið réttinda sinna innan skólans án mismununar á grundvelli kyns, kyngervis, kynvitundar, kynhneigðar, aldurs, fötlunar, heilsufars, þjóðernis, kynþáttar, litarháttar, uppruna, trúarbragða, skoðana, menningar eða stöðu að öðru leyti. Reglulega er lagt mat á stöðu jafnréttismála við skólann og gerðar tillögur hvað megi betur fara. Og það er auðvitað margt sem á betur fara. En eitt af því sem við erum að vinna að núna er samþætting jafnréttissjónarmiða. En í jafnréttisáætlun er lögð áhersla á, við gerum það öll, að viðteknu verklagi í hvert sinn sem stefna er mótuð eða ákvarðanir teknar að hugað stöðu ólíkra hópa sem hættir við að sæti mismunun. Ábyrgð og framkvæmd á jafnréttisstarfi innan Háskóla Íslands hvílir á yfirstjórn, þar að segja háskólaráði og rektor. Góði gestir, mig langar til að þakka Öryrkjabandalagi Íslands
Rannsóknarsetri í fötlunarfræðum og félagi fötlunarrannsóknir fyrir að efna til ráðstefnu þessi mikilvægu mál. Og mig langar að nota tækifæri til að þakka Öryrkjabandalaginu sérstaklega fyrir allan þann stuðning og velvilja sem það hefur sýnt við uppbyggingu fötlunarfræði við Háskóla Íslands og gert okkur mögulegt að gera hluti sem að öðrum kosti hefði ekki verið kleift. Og Guðmundur, ég þakka þér kærlega fyrir þinn þátt í þessu og það hefur verið ómetanlegt að geta með þessum hætti sameinað krafta. Ég þakka okkur kærlega fyrir áheyrnina, góði gestir, ég vona málþingi verði gagnlegt, ánægjulegt og leggi af mörkum til framfara. Takk okkur kærlega fyrir. Við þakkum Kristínu fyrir. Nú komið að tónlistaratriði. Gísli Helgason, heimsþekktur vestmannaeyingur, hann ætlar að flytja okkur hérna lög af diskinum sem hann gaf út hérna fyrir 2012 og en hann mun kynna þetta nánar sjálfur. Gjörðu svo vel, Gísli. Já, takk fyrir. Ég held ég hef móðgað Guðmund. Hann náttúrulega þjóðþekktur leikari á öllum Norðurlöndunum og víðar, Kína líka. Og ég bara hreinlega treysta honum ekki til að kynna lögin mín. Ég ætla að spila tölu á þessum diski og fyrra lagið heitir Ástarjátning og ég samdi það fyrir einhverjum árum. Átti leið upp á Skaga og ætlaði að taka Akraborginni tilbaka en það kom eitthvað fyrir í Akraborginni þannig ég held að bremsurnar í henni hefði bilað þannig að hún stýmdi beint á bryggjuna og ég var að taka rútu tilbaka og þetta lag heitir Ástarjátning og var til í gegnum handtak og ég hérna með undirleik með mér, það ósýnilegur hljómsveit Ólafs Þórarinssonar, Labba í Mánum, hann útsett þetta Stakristil, Ástarjátning.
Takk fyrir þetta. Það eru 3 menn sem hafa mótað mig í tónlist. Það var Oddgeir Kristjánsson úr Vestmannaeyjum og Atli Heimir Sveinsson, hann kenndi mér tónmennt í MR, og svo Jón Múli. Og þegar ég byrjaði að vinna hjá Útvarpinu 1973, þá var allt bannað, það mátti ekki neitt. Og þá var alltaf það, en voru að setja út svona sígildverk í pop-útsetningum. Og ég var svo hrifinn af þessu að ég lánaði Jóni Múla oft plötuna mínar og var með þetta í bunkum þar sem ég hafði skrifstofu. Og svo tók ég alltaf eftir því svona öðru hvora að bunkinn var horfinn og ég var að heyra þetta í Morgunútvarpi hjá Jóni Múla. Og einhvern tíma þá, sagði Jón Múli mér frá því að við 2 ættum að vera saman með þátt í Útvarpinu, en framkvæmdastjóri Útvarps, hann lagði ekki í að hafa okkur báða því að við varum svo illkvittnir. En Oddgeir kenndi mér á blokkflautu og svo fór ég að læra klassíska blokkflautuleik og maður kannski getur spilað svona klassískt verk eftir Bach svona. Segja ég kunni þetta ekki. En svo voru nokkrir menn sem hétu Jethro Tull og þeir útsettu þetta litla verk Búrri eftir Bach og við Labbi tókum þetta og bættum inn í þetta kafla sem þeir í Jethro Tull hefðu ekki nennt að hafa með, þannig að þetta nú bæði svona dálítið rock og ég ætla að enda á því að spila Búrri eftir Bach í útsetningu Jethro Tull og hans Labba og gjörðu svo vel.
Þakka þér fyrir, Gísli. Þegar verið var að undirbúa þessi málþing og var komið að þessu að þá var tvennt sem var lagt til grundvallar. Það var Fötlun og menning, bókin sem að þá var að koma út og taka strax fram að ritstjórar af þessari bók eru Hanna Björg Sigurjónsdóttir, Ármann Jakobsson og Kristín Björnsdóttir. Og það er þessi bók sem að verður hægt að kaupa hérna frá 12:30 til 12:30 í dag. En þetta var sem sagt annar aðalþátturinn í þessu málþingi, en svo var meiningin að reyna að fá einhvern frægan og flottan fyrirlesara frá útlöndum. Og Rannveig Tröstadóttir, foringi í fötlunarfræðin, hún tók þetta að sér og gerði það mikil í prýði og hefur fengið hingað Rosemary Garland Thompson til þess að koma og halda hérna fyrirlestur fyrir okkur, og hún er komin. Rosemary, welcome to Iceland, and we are honored to have you here, and the floor is yours. Good morning. It's a pleasure and an honor to be here today with you. Thank you very much for this beautiful and moving music, for this beautiful and moving space. I'd like especially to thank the University of Iceland for sponsoring this conference, bringing us together here today, to the rector of the University of Iceland, who so generously came to this conference and who so generously is supporting this initiative in Iceland to bring dignity and equality to people with disabilities. I'd like to thank especially, of course, my friend and colleague, Rannveig Trøstadóttir, for the invitation. We have known each other and been friends for many years and worked together to develop disability studies internationally in both of our countries and elsewhere. It's a pleasure to be with her again today. I'd also especially like to congratulate the University of Iceland and Iceland itself as a nation on the 10-year anniversary of the Disability Studies program. This is an amazing and impressive accomplishment to have institutionalized disability studies as a structural element of higher education 10 years ago. So it's an amazing accomplishment, and again, I'm honored to be here today. I also want to thank the audience for your generous engagement in allowing me to present my words with you today in English. I regret that I do not know Icelandic as well as you know English, and I appreciate that very much. I would hope in the future to learn Icelandic, but I'm not sure I will be able to do that. I'm going to talk a bit today about disability studies and disability culture as it is practiced in the United States, and about disability culture in particular in the United States and the place that it holds in disability studies across the United States. Which of course is the institution it's the nation and the institution of higher education in which I work and with which I am most familiar.
I'm going to begin with what is, in many ways, a central principle of gender and women's studies in the United States and elsewhere, and that is the idea that gender is everywhere once you know how to look for it. Women in gender studies begins in the United States and worldwide in the mid-20th century in the wake of the cultural and political transformations that we think of as the civil and human rights movements in the US and worldwide that transform all institutions, including, of course, the institution of education. So gender and women's studies begins in the early 1960s, or the late 1960s, the early 1970s, to be institutionalized, to be structurally integrated into higher education through programs, departments, research, teaching, and mentoring, as well as the integration of women into higher education in the United States and elsewhere. Disability studies emerges in the U.S. from the larger structural changes in higher education, from the larger structural changes in the culture and the political climate that have integrated people excluded previously from public spaces and from the rights and the obligations of exercising democratic citizenship. Disability studies begins in the United States through sociology and the research and teaching projects of the social sciences as systems of identity begin to be understood in terms of politics. Disability studies in the United States begins more or less in the 1980s, although of course there are different kinds of stories about the development of disability studies. The principle, one of the central principles of disability studies, follows women and gender studies, and that is by recognizing that disability is everywhere once you know how to look for it. The mission of disability studies in the U.S. and elsewhere is to help us look for disability everywhere that it exists. This is a way to summarize the basic premise of disability studies. Disability is a social system, sometimes we call it the ability system, that creates categories, often opposing categories, mutually exclusive categories, and assigns meaning to bodily variation. In this sense, the ability system, or disability as a social system, is very similar to, it operates similarly to, racial categories and systems, as well as, of course, the gender system, so that the categories of masculinity and femininity, and I'm showing here some advertisements that illustrate excessive masculinity and excessive femininity in conversation with one another by showing a disabled man who's a wheelchair user and a disabled woman who is a wheelchair user, acting out the scripts, the opposing scripts of femininity and masculinity, so that the premises of the ability system and the gender system are parallel in some sense, although they are, of course, different systems with different logics, but they are politicized and
culturally apparent systems. And I'll talk more about how these social systems interact and mutually make one another. Because, of course, one of the major principles of both gender studies and disability studies is the principle of multiple identities, or the principle of intersectionality. And I'll talk more about that as we move through my talk. So back to the concept that disability is everywhere once you know how to look for it. In the American Academy in higher education, disability studies is being developed interdisciplinarily. In other words, it is being developed across a variety of different traditional disciplinary categories through multiple disciplinary sets of research methods and assumptions. For example, within the traditional field of history, in particular American history, disability studies is quite vibrant. An example might be, and I've worked a great deal on this, the 19th and early 20th century history of the labor history of people with disabilities in what are called the freak shows and the wonder shows that, of course, date from antiquity across cultures, but were particularly vibrant in the 19th century and the early 20th century in the United States. And I'm showing here two images, early photographs from the late 19th century. Photography, of course, begins in the mid-19th century and transforms images and representation in technology culture. We have a picture of racialized entertainment celebrities, we might say, from what is sometimes called the golden era of the freak show. Millie Christine conjoined sisters who entertained. They were African-American slaves who were very popular in terms of presenting disability as a form of entertainment and wonder. We also have the so-called Aztec twins, Bartola and Maximo, these were their stage names, who were people of color brought to the U.S. from South America for part of, again, the employment history of people with disabilities and the presentation of disability in public space in the 19th century. So this is a very vibrant part of labor history and immigration history in the United States, which are very important categories in the discipline of history in the U.S. Disability studies is being developed in science and in the study of science. Science and technology studies is one field. Bioethics is another field in the U.S. which has a vibrant presence in disability studies. I'm showing an image here of a eugenic practice, very common in the United States in the mid and early 20th century. This is called a perfect baby contest, oftentimes called better baby contests or fitter family contests. These were practices that we understand now as eugenic practices. Eugenics, of course, was a pseudoscience imagined as controlling reproduction and who reproduces and what people reproduce in the service of what is imagined as an improvement of the so-called race. Women, of course, are crucial participants in eugenics because women are assumed to have the responsibility for reproduction within the culture of bioethics, let's say. And of course, part of the feature of a perfect baby or a better baby
is, of course, racialization, that babies of color were understood as less desirable in a eugenics ideology than white babies. Disability has always been understood as an occasion for emotion, for affect, in particular for sentimentality. This understanding of disability as an affective relationship, often a relationship of benevolence, is a very important rhetoric, let's say, or a very important understanding of disability that is highly gendered and highly racialized, as well as highly classed, of course. I'm showing here, for example, a 1946 March of Dimes, which was a charity anti-polio campaign from the mid-20th century. This is a poster girl who is the figure of disability sentimentality, which is to say that she is adorable, she is white, she is blonde, she is small, she is cute, and she's shown here pulling herself in a gesture of cure and overcoming out of her wheelchair. A later version of this young, white, adorable girl who is the object of disability sentimentality and often benevolence is an updated version of this Shirley Temple figure girl from the mid-20th century, and this is a woman named Bethany Hamilton, who is in an advertisement here. She's a blonde, we'll see this again, standardly attractive-looking young girl who is an amputee, pictured here in a campaign called the Foundation for a Better Life. Disability has always been an occasion for narrative, an occasion for story making. Disability is a resource because of its theatricality, because of its closeness to the human experience. So those of us who work in the humanities find disability stories everywhere in the literature, in the art, in the cultural and aesthetic products of any society. For example, I'm showing two images here, one from 1959 and one from 2011, of performances of the classical American folk opera Porgy and Bess, which is written by George Gershwin, famous music, famous story about an African-American man who is the central figure. He is a so-called cripple, and the story of Porgy and Bess is the story of two disabled people. Porgy, the classic cripple, who uses a goat cart for ambulation, for mobility, and Bess, the fallen woman, the drug addict, and their compelling story is central to what is understood as the most important folk opera in American musical theater and opera. In the late second half of the 20th century, disability and the representation of disability, the meaning of disability in the US and worldwide, transforms as a result, I've suggested, of the civil and human rights movements worldwide manifest distinctively across different societies. In the United States, beginning more or less in 1968 with the federal architectural barriers legislation and a variety of other legislation that is anti-discrimination legislation and desegregation, integration legislation, disabled people begin to be understood
not as recipients of benevolence exclusively, but rather as political subjects who need to be integrated into public spaces from which they have been excluded. Of course, this reaches in the United States its legislative pinnacle with the 1990 Americans with Disabilities Act, which mandates, of course it's a work in progress, integration and outlaws discrimination against people with disabilities. So disability begins to be taken up in the 1970s in the United States, and I think worldwide, as a form of protest, as an occasion for political protest. I'm showing here an image that is part of the early breast cancer movement in the United States, which begins in the 1970s as a political and social consciousness-raising agenda that is put forward by women who represent themselves, that is to say, bring forth images of themselves as women with disabilities, that is to say, by presenting images of themselves, what we would call now a selfie, but of course in the 1970s this was not a term, that they put out in public places of their mastectomy scarring, their what I call amputated breasts. This is a picture of the fashion model, Matushka, who in 1993 appeared on the cover of the New York Times magazine, looking very much like a classical fashion model, a white, standardly shaped, thin woman dressed in an elegant white dress. And instead of the conventional cleavage being displayed, what she displays here is her asymmetrical breasts, one of which is amputated. So her scarring, her amputated breasts appear at the very center of this photography as a political and social protest against the failure to recognize breast cancer and the experience of breast cancer. Disability and sexuality has become an important element in the politicization of disability rights in the United States, as well as in disability studies. Sexuality studies has taken up the issue of the particular sexual practice needs and requirements for people with disabilities, both in the public as well as the private sphere. It has also undertaken a vibrant critique of sexual stereotyping around disability, of bringing forward the critique against the idea that disabled people are not sexually fit, or that the kinds of practices that sexual practices of disabled people are understood as perverse in some ways or inappropriate sexual practices. I'm showing here the first Playboy centerfold with a disability, a woman named Ellen Stahl, who, interestingly enough, in her pose as a centerfold in Playboy magazine, is not legible as a person with a disability. She's a wheelchair user, but the wheelchair and thus the recognition of her as a disabled woman disappears in her presentation here as a Playboy centerfold. I'm also showing an illustration from 1997 of Share a Smile Becky, who was the first disabled Barbie doll. And of course, Barbie dolls represent the commercialization, whether we agree with this or not, of diversity, certainly in American culture. And it's interesting that Barbie dolls, in their general form, conform so closely, for example, to the bodily standards of fashion models, as well as, of course, the sentimentalized figure of the disabled child.
Disability as gender mixing or as a form of liminality has been brought forward within women and gender studies in U.S. disability studies, as well as in anthropology, which is a field that has particularly amply discussed the concept of in-betweenness, cultural in-betweenness, which is often called liminality. I'm showing here an image that is part of disability aesthetics or disability art, as well as making a reference, of course, to what I call freak show culture and to liminality or to gender mixing. This is a really interesting photograph of a woman named Jennifer Miller. This is taken in 1996. She is a self-proclaimed bearded woman who performs political protest performances at Coney Island in New York. And this photograph is a nude photograph of her taken by the American photographer Annie Leibovitz. And what's very arresting about this picture is the juxtaposition of these gender symbols. The beard on the one hand, which is part of the iconography of masculinity, and then the breasts, as well as the pubic triangle, which are part of the iconography of femininity, blended together in this very unsettling, nude photographic portrait of Jennifer Miller. Disability, of course, is also understood widely in the U.S. and elsewhere in popular culture as a form of diversity, which is understood as a progressive political agenda. I'm showing here, for example, the very popular television show called Glee, which may be available here, in which two of the central figures are characters with disability. One young man whose name in Glee is Artie, who is a wheelchair user, and part of the drama, the theatricality of the plot, is about whether or not girls in this heteronormative context will want to date Artie, and about how Artie can learn to dance. So it's a very stereotypical in many ways portrayal of disability, but I think the most important thing is that it uses disability, as I mentioned, theatricality, in order to drive forward a plot. There's also a subplot which involves a cheerleader and her election as cheerleader, and of course this is like a soap opera, so there are ongoing narratives here. But the cheerleader is a woman, or the cheerleader tryout is a woman with Down syndrome, and she makes the squad as a cheerleader. So these television programs, again, illustrate the narrative richness of disability as a form of diversity. And this is understood as a politically progressive television program, in part because it represents people with disabilities and actually has people with disabilities in it. It's interesting that Artie, the wheelchair user, is actually a non-disabled actor, which is another conversation that we can have. Disability is also, in U.S. culture today, a form of celebrity. I'm showing here Amy Mullins, who is a fashion model, an actress, a TED speaker, a public figure, an advocate for people with disabilities. She is a very interesting figure in the sense that she's a double amputee, and her body, with the exception of her legs, replicates the conventional standards for feminine beauty. She looks very much like our 1946
poster girl, grown up. She looks very much like a Barbie doll. And yet she is a double amputee, a woman with a disability, who uses a wide variety of prosthetic technologies in her work as an athlete, in her self-presentation, in her work as an actress, her work as a model. She never attempts to hide her disability. In fact, she puts forward her disability not as a disadvantage, but rather as an advantage. She quips that to be a double amputee is a great benefit if you are a fashion model because you can make yourself as tall as you need and want to be. So this is a very different image from the little sentimentalized wheelchair-using figure of the mid-20th century who is lifting herself out of her wheelchair in supplication, asking for the charitable donations of her audience. The figure here of Amy Mullins as a professional woman, as an athlete, as a celebrity figure who is involved in redefining the culture of appearance can be understood as politically very progressive. I'm also showing her here in a costume that was designed for her by Alexandra McQueen, who is the late now very well-known fashion designer who, and this is what I think is particularly interesting for Amy Mullins, who designed costuming for Amy Mullins that accentuated her status as a woman with amputations, as a disabled woman, rather than minimizing that status. I want to talk a little bit more as I complete my presentation here to you about how disability and disability technology is beginning to appear in popular culture and in aesthetics in new ways. And I want to suggest, as I have through, say, the fashion model Matushka from the 1990s, Amy Mullins from the 21st century, that the technologies of disability, as a result of the integration of disabled people across class, race, and gender worldwide, the technology of disability is beginning to shift from its context as medical technology to a context of what I call fashion technologies. Just as the prosthetics of eyeglasses have, for a number of decades now, shifted from medical prostheses, from medicalized technologies, to a much more universalized technology and a much less stigmatized form of technology, and that is glasses, which of course have also become an implement, let's say, or part of the material culture of high fashion, and of course with that consumer culture, which I'll talk a little bit more. So I'm showing an image here, of course, of the contemporary rock star Lady Gaga, who uses disability technologies as a form of costuming. Lady Gaga does not identify as disabled. She is not a self-identified wheelchair user. Nonetheless, she uses wheelchairs, as I'm showing here, as part of her costuming. These are very chic, technologically high-end pieces of disability technology. Her wheelchair is
bright red here. Another one is silver. She stands on it with her characteristic high fashion heels, a pink wig. In one image, she has green hair. So it's very interesting. She uses a variety of other kinds of disability technologies as well as part of her fashion statement. We might want to understand this as politically progressive. We may wish to understand this as politically regressive. We may wish to understand this as a form of exploitation or appropriation. There are a variety of different readings or critiques, but I think the important thing here is for us to notice the effect of destigmatizing and the effect of a kind of universalizing of disability technology that may be understood as part of the entry of people with disabilities and thus disability technology into the wider world, public world, that is a result of the desegregation of people with disabilities into the public world. This, of course, is inflected very heavily by class, by race, and by gender, because as people with disabilities enter the public world more fully, they always enter the public world bearing with them the scripts and the politics of gender, race, and class at the same time. I'm showing here a very controversial figure, public figure, somewhat parallel to Amy Mullins. This is the South African athlete and runner, Oscar Pistorius, who was a leader in the disability rights movement, a leader in the effort to integrate, to desegregate the Olympics by, and I won't explain this in great detail, by desegregating the Olympics, by being able to run in the London Olympics. As a runner, he is a double amputee who uses the high-tech fiber, I've got this wrong, carbon fiber legs called cheetah legs, and was understood as a really important figure. And as many of you know, recently has been accused and is on trial in South Africa for murdering his girlfriend. So Oscar Pistorius gives us an occasion to think about the complexity, the intersectional complexity of how gender, race, and disability scripts, stereotypes, and histories interact in the public appearance of disability, of gender, of class, and of nation. So Oscar Pistorius' trial is going on now. What's particularly interesting is the controversy about whether or not his act of violence against women, or his alleged act of violence against women, this domestic violence that's such a common script and political form of oppression worldwide, will disqualify the work that he has accomplished in integrating sports in terms of disability. I've been particularly interested in following what I call disability fashion, as I mentioned, and I'm showing here a very interesting recent image for an advertisement, again, for wheelchairs. Wheelchairs, of course, are part of the iconography, representational iconography of disability, in the sense that wheelchair users are iconic figures. They are part of the canon of disability representation
in the sense that they stand for disability and the disability community in a very legible format. So here we have an ad again for Quickie wheelchairs. It's a woman who actually is a disabled woman, very legible here. She is a nude woman, a naked woman, and of course there's a difference between nude and naked. She is seated in a wheelchair, looking rather demure and innocent with her hand on her shoulder, her face looking full out to her audience, and the text on the ad says, "You are what you wear." And of course, the conceit of this image is that she is wearing nothing but a wheelchair. And I like very much, and actually think is politically progressive, although this can certainly be debated, the idea that a wheelchair is a piece of wearable technology, that it is understood as an implement of agency. Of course, what this ad also brings forward is the recognition that people with disabilities, now that people with disabilities are more fully integrated than they were in the past into public spaces, it means they are also more fully integrated into the world of consumer capitalism, and that people with disabilities are becoming an increasingly powerful and an increasingly growing consumer market. So this ad, I think, suggests that there's a new rhetoric of disabled subjects or disabled citizens as consumers that is emerging in interesting ways, and gives us an occasion to think through how disability from a human and civil rights perspective might square with or be in conversation with the critique of consumer capitalism and neoliberalism that is so important to progressive knowledge building and cultural studies, certainly within a U.S. context. So perhaps that's an important conversation to bring forward. The shifting demographic in what we think of as the developed world or the global north, of course, is a shift into a population of people with disabilities, because aging and becoming disabled are unavoidably synonymous, in the sense that, and this is another one of the principles of disability studies, and that is that if we live long enough, we will all become disabled in one way or another. Although part of the rhetoric of gerontology, certainly in the United States, is that by consuming the correct products and practicing health in appropriate ways, one can age without becoming disabled. I think that one of the most important, let's say, premises of disability studies is that disability is a category into which we all can and perhaps will enter. This universalizing of disability identity and disability experience is controversial, certainly, within disability studies in the U.S. I, in my own work, think that it's a very useful strategy of identity definition to take up, because it allows us to understand disability and disability subjectivity and disability community in the broadest way, and to emphasize the porous borders of disability identity, to emphasize one of the distinctive aspects
of disability identity or disability as a social system, and that is the way that subjects, individuals, can move in and out of the category of both non-disabled and disabled with more fluidity than some of the other categories, which of course the gender system, the racial system, these are not fixed categories either, and I don't want to suggest that. But there's a certain porousness, a certain fluidity to disability identity that is quite distinctive, and I think it's important to bring this forward. I'm showing here, for example, a very unusual image. It's an advertisement for cosmetics, of course, and it comes from 2012 using the 90-year-old model, Iris Apfel, who is presenting herself here both as a high fashion figure as well as a disabled figure, legibly disabled, in the sense that the center of her fashion statement, let's say, is enormous glasses. And of course, we understand that part of aging is to become partially blind, and glasses are a way, of course, a universalizing way, prosthetic for aging people. So here's Iris Apfel, our 90-year-old model, who again conforms very fully to the other standards of appearance that I have suggested in my images. So I'm going to move quickly because we only have a few more minutes. Disability is appearing in high art. Many of you perhaps are familiar with this important statue, Alison Lapper Pregnant, which was displayed in 2005 in Trafalgar Square. It is a statue that conforms to the conventions of public art very closely. It's a nude woman from white marble on a pedestal, but a very unusual representation that blends the conventional and the unconventional by showing Alison Lapper, who is a woman with unusual legs and who is an armless woman, what we might call a double congenital amputee, a very controversial figure, but very much a part of the new canon of disability art. I want to end here with a short introduction to disability as an art form in contemporary dance by showing you an image of the disability dancer or the dancer, and of course there's an interesting politics of self-naming in here. Alice Shepard, who actually just gave a performance and lecture at my university last week. She is developing a language, both a language of movement and a language of words, and a theoretical language for how disability can inflect and give form in new forms in contemporary dance. And I'm showing her here with one of the new dance movements that she is developing with her wheelchair, which I want to particularly call attention to is strapped to her body, so it becomes a part, not just a prosthetic, but actually an extension of her body, creating a hybrid dancer that's very unique and original to dancing. The technologies of contemporary dance have been usually in the form of traditional costuming, and of course that has to do with shoes. So in some sense, Alice Shepard's wheelchair here functions as a new format of dance shoe.
Bill Shannon, who goes by the stage name Crutchman, is also developing a new form of dancing, not contemporary dance, but what we call break dancing, by designing crutches. He's a person who uses crutches for mobility, but he also uses crutches for dancing, and he has designed these crutches to accommodate breakdancing. He also uses a skateboard as part of his technologies of aesthetic technologies of dance. I'll finish with an image, two images actually, that give us a way to think about disability as a form of beauty. This is an element of what might be called disability aesthetics that I think is particularly compelling. We have very frequent representations of what I call canonical disability, the wheelchair user. I've presented a number of images of people using wheelchairs in popular culture and in aesthetic culture. But here we can consider an unusual kind of disability representation, and that is the presentation of what might be called unusual bodies. Here we have a person of small stature, or a person with restricted growth, or a person with dwarfism, depending upon the self-naming practices. That is taken by the photographer Nick Knight in a costume designed again by Alexander McQueen, in a photograph in which a woman of small stature, that is to say very unusual, unconventional proportions, very much unlike Amy Mullins or Barbie dolls that I've shared with you before, is in a posture of conventional beauty here with an evening gown, her arms folded across her chest. And it's a very powerful, demanding visual pose. She is engaged with the audience, her face to the camera, her eyes leveled to the eyes of her audience, demanding the dignity that can be accorded in visual relationships. The other picture is actually in some ways the opposite. It is another armless woman, another amputee, a woman named Catherine Long, who's also a dancer and a model. We do not see Catherine Long's face. What we see is Catherine Long's hair, and we see her body in a choreography that's very sculptural. It's also very difficult to read because her body is unusual. She has one arm and she has a shoulder. Her shoulder here is pointed up in a kind of nub, sculptural nub. Her arm hangs down from below her leaning body, so that the unusual aspect of her embodiment is very difficult at the beginning to read. The authority here, the center of interest, as opposed to the picture I showed you from the fashion shoot Accessible, or the picture I described, is very different because the center of interest is no longer the face of the person. This is the conventional center of interest. But the center of interest in this photograph becomes Catherine Long's shoulder, her armless shoulder, very white, very much at the center of this. And I offer to you this image of disability aesthetics, of disability as a form not of deviance or lack, but rather as an aesthetic expression of beautiful form. I will offer to you in conclusion, very briefly, a definition of disability studies that I draw from interdisciplinary, intersectional, critical disability studies in the US. This is the piling on of adjectives that has occurred as disability studies has come into its own as a structural set of a set of structural
and institutionalized initiatives in the U.S. This is simply my own definition. It's a shifting definition. I'll share it for you, read it to you. It can be made available. So what is disability studies? I would offer disability studies is an interdisciplinary academic field of inquiry that expands health science perspectives. Expands is the key word here. By examining understandings of disability, so maybe not disabilities as forms of embodiment, but rather understandings of disability from cultural perspectives, such as understanding disability as a civil and human rights issue, understanding disability as a minority identity group, understanding disability as a social justice issue, understanding disability as a sociological formation, understanding disability as an historic community or a set of communities, understanding disability as a diversity category, understanding disability as a category of critical analysis, and understanding disability as a subject of the arts. Thank you. Thank you, Rosemary, for your interesting and waking speech. Nú komum við að kaffi og við tökum hálftíma í það og síðan höldum við áfram og þá komið að hinum hluta þessa málþings, það að segja efni bókarinnar og þar kring. Já, kaffi gjör svo vel. Við förum ekki bara að byrja. Já, kæru málþingsgestir, nú skulum við bara fara að byrja og þá tökum við til og þá komið að efni bókarinnar eins og við talaðum áðan og sú sem ríður á vaði núna Kristín Björnsdóttir, lektor við menntavísindasvið Háskóla Íslands og einn af ritstjórum þessara bókar sem ég talaði Það var einhver misskilningur þannig að þeir byrjuðu allavega seinna ef þeir eru þá yfirleitt komnir, þeir sem ætluðu að selja bókina, en verða hér í allt matarhléið í staðinn. Þannig að það verður alveg til eitt salan á þessu hérna fyrir framan. Nú bara að vita hvar Kristín viðkomin. Segir bara, Kristín, gjörðu svo vel. Albinóar, málaðir indjánar, dvergar, menn að gleypa eld villidýr, brúðusýningar og stórfengleg samansafn skrímsla til sýnis. En þannig hljómar auglýsing Fjölleikahús, það sem fatlað fólk var haft til sýnis ásamt öðru fólki, sem þótti með útliti sínu framandi, en sýningar á fötluðu fólki voru vinsælar alveg fram á 20. öldina. Hvernig tempóið hjá mér? Ég gleymdi að senda túlkunum glærurnar mínar. Þetta óhrætt. Aðeins hægja, ok? Ég nefnilega fötlunarfræðingur, ég mjög upptekinn af aðgengi. Og þess vegna, því ég gerði glærurnar mínar, þá var ég bara með myndir sem mjög aðgengilegt fyrir sjónskert fólk. En ég skal reyna að lýsa myndunum vel, en ef þið hafa einhverja kvörtun tempóið mitt og eitthvað svona, þá sendið það bara Rannveigu Trausta, rannveigtrausta@gmail.is.
En allavega að það hafa margir fræðimenn rannsakað þessar furðusýningar og þar á meðal Rósmarí sem var hér áðan en líka skólabróðir Rannveigar, hann Róbert Bótan, og hann skipti þessum fólki sem var til sýnis í svona 3 hópa og það var fólk af framandi kynþáttum og það voru furðuverur sem ég þýtti sem furðuverur, það var svo freak of nature, þannig að ég veit ekki alveg, og svo voru sjálfskapaðar furðuverur og það var fatlað fólk sem var fólk sem sjálft gerði sig á furðuverum á einhvern hátt, en fatlað fólk að það var í öllum hrikalega er ég aðgengileg. Já, ok. En fatlað fólk var haft til sýnis í öllum í þessum flokkum. En fólk af framandi kynþáttum var gjarnan auglýst sem villimenn, sem framandi og frumstæð, og til að gera sýningargripina meira spennandi þá hagræddu sýningarstjórarnir staðreyndum uppruna og lífshætti fólks. Og í mörgum tilfellum að þá var ekkert endilega að ræða fólk sem var eitthvað frá framandi löndum. Og stundum þá notuðu fatlað fólk sem hafði eitthvað öðruvísi útlit heldur en ófatlað fólk og sögðu að þau væru frá myrkustu Afríku eða einhverjum öðrum löndum og sögðu að þau væru einhver annar kynþáttur. Þetta fyrir tíma internetsins og Google. Þannig að almenningur var ekki sérstaklega vel upplýstur, hvorki fatlað fólk, né fólk á öðrum uppruna. En furðuverurnar voru allar með líkamlega skerðingar og sýnilega skerðingar og það voru margir sem álítu að vera skrímsli og sýningarstjórarnir höfðu dálæti á þessu fólki og léti verið vaka að hér varum ekki mennskar verur að ræða. Og svo voru þetta í þriðja lagi fólk sem gerði sig sjálft af einhvers konar sýningargripum eða furðuverum með því að húðflúra sig eða láta hár sitt og skegg vaxa svo sítt að það líktist villimönnum eða dýrum. En svo var líka, sem mér finnst spennandi flokkur, að það voru svona lottarar sem með ýmsum svona brögðum og brellum sýndu stærri eða sterkari en þinn raun og veru og það var líka fólk sem dulbuggu sig, það var líka mjög vinsælt einhverju 2 félagar, alveg bara hei okkur vant að vinnu, hvað við gera, hei já við reyna að fá vinnu í fjölleikahúsi sem svona samvaxnir tvíburar, þannig að þeir líti bara sauma á sig jakkaföt og voru saman í þeim, sem var kannski mjög óheppilegt að þeir kannski löbbuðu síðan út af sviðinu í sikkur lagi og allt kom í ljós, að þeir voru ekki alvöru samvaxnir tvíburar. En það var ekki mikið opinberar sýningar á fötluðu fólki á Íslandi, en það voru 2 Íslendingar, Ólöf Sölvadóttir og Jóhann Pétursson, þau eru betur þess sem Ólöf Eskimói og Jóhann Rísi, að þau eru sennilega frægustu fötluðu Íslendingarnir sem höfðu atvinnu að því að sýna sig í erlendu fjölleikahúsum og ég held að þau séu þau einu, ég hef allan ekki fundið neitt annað. Og eftir að ég segi ykkur aðeins meira frá þeim. Hvernig þetta Gundur? Aðeins hægar. En þá verðum við í allan dag. Okay. Á glærinu mynd af Bandaríkjamanninum Síló að saga og reykja vindil en handleggir hans eins og stuttir. En þegar fötluðu fólki lýst sem skrímslum, umskiptingum, afkvæmum djöfulsins og fötluðum túlkuð sem aðvörum Guðs við hnignun samfélagsins að þá tölum við fötlunarfræðingarnir trúarskilning á fötluðum. En þessar hugmyndir geta haft áhrif á það hvernig við komum fram við fatlað fólk. Seladrengurinn Síló var sýndur í ríflega 30 ár í bandarískum fjölleikahúsum, svolítið gaman í öll þessi 30 ár var hann drengur og hann var kallað seladrengurinn af því að hendur hans þóttu minna á selshreifa. Og það sem merkilegt við Síló að hann var eiginlega sýndur við venjulega iðju, að saga eða reykja eða sópa en það var svolítið í þessum fjölleikahúsum að það var áherslan á það að sýna fatlað fólk gera eitthvað venjulegt. Og til dæmis samvaxnu tvíburarnir frá Síam, Síams tvíburarnir í einu og sönnu, Tjang og Eng Böngner, að þeir kvæntust ófötluðum konum og eignuðust fjölskyldu með þeim og það var það sem þótti svo merkilegt við þá. Og það þeir og fjölskyldan voru til sýnis. Og svo var annar maður sem var mjög frægur sem var kallað prinsinn Randian
og hann hafði hvorki hendunni fætur og hans svona atriði var að rúlla upp sígarettu og reykja hana. Þannig að þetta þótti mjög merkilegt að þau væri að gera eitthvað svona venjulegt. Og á sama tíma og að fatlað fólk var sýnt að gera eitthvað venjulegt, að þá var ófatlað fólk, og helst með evrópskt útlit, hvítt, að þá var það að gera eitthvað svona rosalega óvenjulegt eins og lyfta fíl og eitthvað svoleiðis. Og þetta er svona hluti af sjónarspili Fjölbrautahússins að reyna að koma áhorfendunum í svona opna skjöldu, þannig að þetta átti að vera eitthvað svona furðulegt. En sú staðreynd að almenningur hafi haft áhuga á að skoða líkama fatlaðs fólks sér til skemmtunar og litið á það sem skrimsli og furðuveru segir okkur margt um þann tíðaranda sem að ríkt bara alveg fram á miðja 20. öldina eða þangað til lög í Evrópu og Bandaríkjunum bönnuðu opinberar sýningar á fötluðu fólki. Það sem að gera þessar sýningar svona spennandi var meðal annars það að almenningur hræddist fatlað fólk og bara fólk sem var á einhvern nátt öðruvísi í útliti og þessar sýningar eru því liður að skerpa skilin á milli hverjir eru við sem erum ófötluð og hinir sem eru fötluð eða við sem erum evrópsk, hvít eða aðrir sem eru litaðir. Og leið og við höfum fólk til sýnist að þá erum við búin að hlutgera líkama þeirra. Og það sem gerist þegar fólk verður að hlutum að það hefur áhrif hvernig við komum fram við það, því hvað gerum við hluti? Við getum keypt hluti og við getum selt hluti og við fáum leið á hlutum og við megum henda hlutum. Og það eru mikið af frásögnum úr þessum Fjölbrautahúsum þar sem að fólk sem var haft til sýnis það þurfti að lifa mikil harðindi og ofbeldi og það var lítill ágóði á þessum sýningu eða fyrir þau græddu ekki mikið, þessum aðalega sýningastjórarnir. Og margir gátu ekki yfirgefið Fjölbrautahúsin því að þeir voru samningsbundnir og þeir voru líka ofta að þeir voru samningsbundnir Fjölbrautahúsinu þá voru læst inni, þeir máttu ekki ganga á götum úti. En það er samt mikilvægt að segja líka frá því að það var margt fatlað fólk sem tók þátt í svona sýningum sem fúsir þátttakendur og var mjög stolt af sínum atriðum og drengurinn Síló að hann til dæmis barðist gegn löggjöfinni sem bannaði sýningarnar. En það má líka velta því fyrir sér hvort að Síló og fleiri þáttakendur sem voru að taka þátt í þessum sýningum hvort að það segi ekki svona meira atvinnutækifæri fatlaðs fólks á þessum tíma og samfélagi heldur en kannski raunverulega óskir þáttöku. Þegar ég var að googla í gær, þá sá ég þessa mynd og ég bara varð að hafa hana. Ég ætla ekki að tala hvorki Björk né Baltasar. Ég ætla að tala Ólöfu Eskimóa. En ég ætla að lesa hérna það sem stendur ósöglega. Þetta forsíða af DVAF. Baltasar Kormákur vill kaupa Ólöfu Eskimóa. Þannig að ganga kaupum og sölum, ég veit ekki. Björk tilvalin í hlutverk lygatverksins. Hvað er lygatverkur? Og svo þetta stór mynd litla konu. Það er órosalega merkileg forsíða. Og svo einhvern veginn, hún samt miklu stærri en Baltasar og hann einhvern veginn eins og álfur. Og svo önnur frétt þarna efst. Sjáðu það, ljúfvitni líður ömurlega. Hvaða skilaboð eru það til lygadverka? Ég varð að hafa þetta hérna með. Ég ætla ekki að segja neitt meira þessa forsíðu. Ég elska DVAF bara, svo þið vitið. En ég farið gegnum öll blöð og tímarit frá árum Fjölbrautahúsanna og það virðist eins og það hafi bara verið Ólöf og Jóhann sem voru til sýnis. Fyrir utan það var allavega einn íslenskur kraftakall sem var alltaf að lyfta fílum og svo voru líka nokkri kallar sem sýndu íslenska glímu en þeir hafa örugglega líka verið flokkaði sem freaks of nature. Ég sé alveg koma að lopa buxunum sínum að glíma. Frændi mínum í Vestsveit eru ekki ánægðir með mig núna, en bara allavega þeir voru mjög vinsælir, glímumenn. En hérna á glærunni er mynd af Ólöfu Eskimó, þetta er auglýsing frá The Little Eskimo Lady stendur á auglýsingunni og hún er klædd í einhvern loðfeld og teiknaðir ísjakar í kringum hana. En ég hef farið og hérna í gegnum þessu blöð, ég held að sé bara Ólöf og Jóhann sem hafi verið til sýnis og mér finnst það frábært að því að þau eru þetta fullkomna andstæðupar. Hann er kall og hún er kona, hann er risavaxin og hún er dvergvaxin og þannig að þetta hefði einhvern veginn ekki verið hægt að finna betri fulltrúa Íslands á alþjóðavettvangi. En saga þeirra tveggja er ansi ólík
En þá var samt takmörk á atvinnutækifæri og þörfin fyrir að sjá sér farborða sem var til þess að þau fóru og sýndu sig fyrir pening. Ólöf var 55 árum eldri en Jóhann, hún var Húnvetningur og fæddist á Ytri Löngumýri 15. febrúar 1858. En hún flytur með fjölskyldunni sinni til Kanada, fær vinnu á hóteli sem vinnukona og leiðist það mjög. Og sögur segja að á hótelinu þá tók fólk eftir því að hversu smávaxin hún var og spurði hana hvað hún var. Og hún segi, ertu Eskimó, ertu frá Grænlandi? Og hún, nei, ég er frá Íslandi, ég er bara verið svona normenn með smá eitthvað svona tengdi nýrum. Nei, írum. Og þetta var læknisfræðilegur skilningur. En allavega og síðan og þá hafði fólk engan áhuga á einhverjum svona blöndu af normennum og írum sem voru út allt í Bandaríkjunum, þannig að hún fór bara að segja, en ef hún sagði, ég er Eskimó, ég er frá Grænlandi, og þá fór fólk að hlusta á hana. Og það er alveg ljóst að hún var frábær sögumaður og það sem að gerist er það sem að hún heldur fyrirlestra og hún ferðast með fjölleikahúsum og hún hún segir einhverja lygasögur af því hvernig bara lifnaðarhætti Eskimóa, sel og hvalveiðar og kryddaði frásögninni með svona spennandi örlögasögum og þessar sögur voru mjög lengi kenndar í skólum í Bandaríkjunum lifnaðarhætti Eskimóa, segir svo við höfum ekki haft áhrif. En allavega að hún bara, og mér finnst siðsetning Ólafar á lífi Eskimóans alveg frábær, meðal annars vegna þess að þegar hún er Eskimóin að þá fer hún úr vanmetnu hlutverki fatlaðrar íslenskrar konu í velmeti hlutverk fyrirlesarans, Eskimóans. Þannig að á meðan hún er til sýnis að þá er hún í velmetnu hlutverki og hún er svakalegu performer, það er alveg ljóst. En það hlýtur að hafa verið samt svolítið líjandi að hún þurfti að vera, fór aldrei úr karakter í raun og veru. Og þarf alltaf að vera þessi Eskimói til að geta selt sýningu sína. En síðan hætti hún í að sýna sig og hún fór sem ég líka frábært þegar hún hætti að sýna sig þá flutti hún til Flórida og vann sem rafvirki. Það er eiginlega annar fyrirlestur bara út af fyrir sig sko. En allavega, en síðan deyr hún í Michigan þar sem hún var að vinna sem vinnukona og Chicago Tribune að þeir skrifuðu fréttatilkynningu andlát hennar. Ég ætla að lesa það fyrir ykkur. Fröken Ólöf Kreirer, 76 ára Eskimókona sem var fædd í Norður-Grænlandi, var 14 ára gömul áður en hún sá hvítan mann. Hún dó í gær á baptistaelli heimilinu 315 Pive Avenue, Maywood. Í mörg ár eftir að Ólöf kom til Bandaríkjanna starfaði hún fyrir umboðsskrifstofu. Hún hélt fyrirlestra í 30 ár. Fröken Kreirer var aðeins 46 þumlungur á hæð og sagði að hæstu menn í þjóðflokki hennar væru varla hærri en 4 fet. Enginn þeirra sögn Ólafar vissi að til væru hvítir menn þar til 6 Íslendingar strönduðu skipi sínu rétt hjá þorpi hennar á Grænlandi fyrir 60 árum. Og það sem að mér finnst best við þessa fréttatilkynningu er það að þegar Ólöf deyr sem vinnukona sem í hlutverki sem henni fannst ekki skemmtilegt að það lifi gjörningurinn hennar áfram í gegnum fréttatilkynninguna af því að hún deyr sem Eskimói. En ég með mynd af Jóhanni Rísa í Kaupmannahöfn ásamt einhverju manni sem ég veit ekki hver er og þeir eru báðir með reiðhjól. Sama ára Ólöf lést að þá ferðaðist Jóhann Svartalengur með brúarfossi til Danmerkur í leit að vinnu og hann hafði átt erfitt uppdráttar á heimaslóðum en hann fæddist í fátækt 9. febrúar 1913 en hann fekk vinnu í Danmörku í fjölleikahúsi Frode Jensen og í blaðaviðtölum greindi Jón frá því að hann var eins og dýr í búri, fangi, hann mátti ekki ganga götu borgarinnar og enginn mátti sjá hann á þess að borga fyrir. Og honum var refsað ef hann lét sjá sig meðal almennings. Þetta er bara rosalega gott dæmi það þú verður á hlut. Það Frode Jensen, hann átti einkaréttin að hæsta manni í heimi, þannig að Jóhann mátti bara ekkert fara út. Því að ef hann fer út, þá vill enginn borga til að koma að sjá hann og þá gat heldur Frode Jensen ekki selt myndir á honum. Og það er alveg ljóst að Jóhanni leið illa hann í Danmörku. En eftir að hafa verið þar í 2 ár, þá var hann frjálsferða sinna og fór til Frakklands og Þýskalands og starfaði við fjölleikahús þar. En í stríðinu þá var ekki mikla vinnu að hafa við sýningar og ástæðan fyrir því akkur voru ekki svona sýningar í stríðinu, jú auðvitað því það var stríð, en líka út af því að nasistum var mjög illa við fjölleikahús og mikið af þeim sem hefði verið til sýnis í fjölleikahúsum enduðu í útrýmingarbúðum og líka mikið af fötluðu fólki. Við gleymum því stundum. En
Jóhann var sennilega ekki mikilli hættu en að því að nasistar skiptu sér yfirleitt ekki að risa dvergvöxnu fólki, líklega vegna þess að við hirður konunga og keisara að þá var mjög oft dvergar og risar. En Íslendingar höfðu mikinn áhuga á Jóhanni og mikið skrifað hann. Er ég að vera búin með tímann? Ok, ég þarf bara aðeins að tala hraðar þá, ef það er í lagi. Ok, ég skal stytta það máli. En allavega að það sem að, í öllum þessum blaðviðtölum við Jóhann, að þá alltaf verið að beina athyglina að þessu venjulega. Þú veist, hvar kaupirðu fötin þín? Hvar geturðu fengið skó? Í hvernig rúmi sefurðu? Þannig að það var aftur þetta að vera eins og upptekin að þessu venjulega þá í lífi þeirra sem við teljum vera óvenjulega. En það sem sagt, og hann fyrstjandi, sviðsetning hans var líka allt öðruvísi heldur en Ólafur, því að það sem hann gerir var það að hann labbaði fram á sviði og fólk var bara agndofa þessum stóra manni og svo labbaði hann út af sviðinu aftur. Þannig að hann var engin fyrirlestur, það var ekki þessi sami performance, enda var hann feiminn og hlédrægur og kærði sig ekkert sérstaklega að vera í aðalhlutverki og honum leið illa í þessu aðalhlutverki. Og hann bara segir eiginlega sjálfur að ástæðan fyrir að hann fór út og var að sýna sig var það að bara, með hans orðum. Ég var of stór til þess að geta unnið nokkuð hér heima, of stór fyrir vinnu á togara og þess áttar. En hann lést í Dalvík 1984, þá 71 árs á aldri. Það er ok, ég alveg búin núna sko. Og þetta seinasta glæran. Guðmundur svo strangur. Ég held að leikarar væri svo líbó. Bara misskilningur. En þetta sem sagt fræg mynd af fólki sem var haft í sýnis í Fjölykahúsi í Bandaríkjunum. En þessi vinsæli flokkur sýningagripa, Freaks of Nature, birtingamynd félagslegra væntinga sem breytist í tímasás. Það sem ég að segja að þetta fæðist engin furðuvera, heldur framkoma samfélagsins, gláp og fordómar í garð einstaklings verður til þess að hann telst vera furðuvera eða Freak of Nature. En það ekki hægt að horfa fram hjá því að eitthvað af því fólki sem var haft í sýnis í Fjölykahúsinu var stolt af atriðum sínum, til dæmis eins og Ólöf. Og það var ákveðin svona virðing eða reisn við hennar atriði ólíkt því sem má sjá í atriðum Jóhanns. Og þau lögðu sem sagt á mikið metnað í sýningarnar og vildu gera það sem glæsilegastar. En aðstöðu þeirra voru samt þannig að þeim var bannað að fara að ferða sinna óhundra meðal almennings. Og það hefði verið gaman að gera einhverja spurningalistakönnun hjá Gallup að hversu mörg þeirra hefði vilja vera í Fjölykahúsi eða þá bara taka þátt í samfélaginu og vera með bara vinnu. En það í orðræðinu sem félagslegar hugsmíðir á borð við fötlun verða til og það þess vegna sem skiptir máli hvort að við segjum fatlað fólk eða fatlaður því að leið við segjum og sért fatlaður þá erum við að hlutgera skerðinguna og leið þú ert orðin kynlaus líka, þá ertu hvorki kona eða kall, þú ert fatlaður og við vitum hvernig við megum, leið við hlutgerum einhvern þá hvernig við komum fram við hluti. En svo merking sem lögð í hugtakið fötlun, að það sé undarlega skrítið eða ótrúlegt, eitthvað sem enginn má missa af, þá höfum við skapað aðstæður þar sem það eðlilegt og leyfilegt að glápa á fatlað fólk sér til skemmtunar eða að minnsta kosti þangað til að við fáum leið á því. Ég skal hætta. Þakka kærlega fyrir Kristín, þú stóðstu vel. Þá komum við á honum Sigurgeiri Guðjónssyni, sagnfræðingi sem ætlar að segja okkur frá aðstæðum geðveiks fólks í Reykjavík á 19. öldinni. Sigurgeir, þannig ertu já. Gjörðu svo vel. Gjörðu vel. Komið þið sæl. Erindi mitt sem ég mun flytja núna byggir að hluta til á doktorsritgerð sem ég skrifaði í geðheilbrigðissögu sem sagt aðbúnað og aðstæður og það sem opinberir aðilar vildu gera í þessu málefni á 19. öld. En ég mun sem sagt sérstaklega í þessu erindi fjalla aðstæður í Reykjavík og gefa svona nokkra nasasjón af því sem ég fjallaði þar. Geðsjúkir einstaklingar eru oft á tíðum ekki færir athafnir eða virkni sem ætlaðist til að þeim í daglegu lífi. Geðveiku fólki finnst það oft hins vegar misskilið og útilokað frá þátttöku í samfélaginu. Þessi núningur skapast af ákveðnu misræmi sem skapast á milli færni þeirra og þess sem samfélagi krefst af þeim. Þetta sérstaklega áberandi á þeim tíma sem ég hef rannsakað eða á 19. öldinni.
En hvað var þá geðveiki? Í heimildum meðal annars minnst á skringilega hegðun, mótþróa eða sinnuleysi eigin hag. En við skulum líka muna að það var ekki fyrir aldamótin 1900 sem nútíma geðlæknisfræði náði að festa sig í sessi með sínum skýringum og greiningakerfum og auðvitað voru það læknarnir sem helst studdust við það. Þegar staða geðveiks fólks metin í Reykjavík það fyrsta sem tekið eftir, það voru engar stofnanir fyrir slíkt fólk í landinu. Það skapar Íslandi sérstöðu í samanburði við nágrannalöndin, en ýmislegt var þó reynt til að koma á spítala. Árin 1839 og 1841 voru haldnir embættismannafundir í Reykjavík og þar voru 10 æðstu embættismenn landsins kallaðir saman til að ræða ýmis framfara og frelsismál. Tillögurnar sem komu fram áttu að hjálpa stjórnvöldum að leysa úr ýmsum vandamálum sem höfðu komið upp vegna einstaklinga með geðsjúkdóma. Þar á meðal lagði Bardenfleth stiftamtmaður til að holdsveikra spítalarnir hýstu einnig geðveikt fólk, en ekkert varð úr þessu og má helst kenna fátækt landsmanna og vaxandi vantrú á spítalastofnunum í Danmörku. En snúum okkur að Reykjavík. Og ég ætla að taka það fram að þetta, sem sagt, ég læt heimildirnar svolítið tala og stundum kannski eitthvað sagt sem kannski miður fallegt eða skemmtilegt, þannig að það eru heimildirnar sem tala en ekki ég. Það var eitt af hlutverkum fátækranemndar í Reykjavík að tryggja öryggi íbúa bæjarins og fylgjast með þeim sem töldust líklegir til að valda óróa. Það var til dæmis ljóst þegar ályktun nefndarinnar frá 1873 skoðuð. En þar kom fram að nefndarmenn höfðu frétt að Jón okkur Þorsteinsson væri kominn til bæjarins. Hann væri vitstola og hefði auk þess setið í varðhaldi. Þetta sýnir að nefndarmenn voru á varðbergi og fylgdust með því hverju dvöldi í Reykjavík á hverjum tíma. Og þá má jafnvel finna dæmi þess að fátækranemndin þurfti að láta til sín taka gagnvart einstaklingum sem ollu óþægindum eða erfiðleikum. Árið 1882 skýrði formaður nefndarinnar frá því að Nikulás nokkur Sigvaldason úr Þingholtum hefði orðið brjálaður þá sumarið og hefði orðið að kosta gæsla honum í nokkra daga. Að líkindum skýrist þetta af aukinni þörf fyrir að hindra róstur og ólæti þar sem tiltölulega margt fólk var á litlu svæði. Sænski fræðimaðurinn Jenny Björkman hefur sýnt fram á hvernig vaxandi þéttbýlismyndun í Svíþjóð á 19. öld jók fátækt og ýmis félagsleg vandamál sem oft fylgdi fólki sem var geðveikt. Samfara því komu fram kröfur þvingunarúrræði gagnvart fólki og öðrum sem gátu verið órólegir þegar þeir áttu sínar erfiðu stundir. En nú ætla ég aðeins að nefna dæmi sem ég fann úr gjörðabók fátækranemndar af 2 fjölskyldum. Ingunn Magnúsdóttir, móðir séra Árna Þórarinssonar sem Þórbergur gerði þekktan úr bók sinni, þáði styrk úr fátækrasjóði Reykjavíkurbæjar til að hýsa geðveikt fólk á heimili sínu. Jón Blöndal Lúðvíksson var einn þeirra einstaklinga sem dvaldi hjá henni. Jón var stundum rólegur og hafði Magnús sonur Ingunnar það verkefni að fylgja honum bæinn. Árið 1878 var þess getið í bókinni að Jón var þess getið í gjörðabók fátækranemndar Reykjavíkur að Jón var kominn til Magnúsar Árnasonar snikkara og brá svo við að Magnús vildi styðja hann til menntunar og gera honum þar með betur mögulegt að framfleyta sér. Magnús skrifaði fátækranemndinni bréf þar sem hann bað meðgjöf með Jóni. Magnús ætlaði að gera Jón fullnuma í trésmiði og taldi meðgjöfin að gera þann ásetning mögulegan, en fátækranemndin hafnaði beiðninni því að Jón var orðinn fullveðja og ekki lengur geðveikur. Samt sem áður lauk Jón smíðanáminu og vafalítið hjálpaði það honum að sjá sér farborða og sinna vinnu sinni eftir því sem heilsan leyfði.
En það var kannski ekki alveg svo gott. Jón veiktist reyndar hastarlega á ný nokkru seinna og var sendur norður í Bólstaðarhlíðarhrepp í Húnavatnssýslu. Þetta sýnir, og takið eftir þessu, þetta nokkuð athyglisvert, þetta sýnir að oft var talið viðráðanlegra að hafa geðveikt fólk í dreifbýli og vildu hreppsyfirvöld gera Jóni lífið eins bærilegt og kostur var. Geðsjúkir einstaklingar voru ekki sýnilegir öðrum vegfarendum eða nágrönnum og einnig var auðveldara að gæta þeirra. Upplýsingar frá milliþýðinganefnd sem starfaði á árinu 1902 til 1905 sýnir einnig, og þetta mjög athyglisvert, að hlutfallslega fleira geðveikt fólk var út í sveitum landsins en Reykjavík. Það vekur athygli að hlutfall fólksins í Reykjavík var lágt eða 0,8% af hverjum 1000 íbúum en í samanburði við nágrannabyggðirnar, sem sagt í Kjósarsýslu og Gullbringusýslu, var hlutfallið 3,8 af hverjum 1000 íbúum. Þetta geti bent til þess að reynt hafi verið að vista geðveika þurfamenn til sveita eða í smærri þorpum og byggðakjörnum frekar en stærri bæjum. Og þetta sýnir sem sagt að Reykjavík að stækka og það hefur verið einhvers konar myndast eitthvað óþol innan bæjamarkana. En nú ætla ég að tala aðeins konu sem dvaldi allan sinn aldur í Reykjavík. Og hún hét Ásdís Daðadóttir. Lífshlaup Ásdísar Daðadóttir varpa ljósi á aðstæður geðveiks einstaklings í Reykjavík og eftir miðja 19. öld. Annað slagið stóð Ásdís á eigin fótum en þurfti oft að treysta á stuðning fátækranefndarinnar í bænum. Ásdís var fædd í Garðarsókn á Álftanesi árið 1831 og bjóð þar fram á unglingsár. Gjörðabók fátækranefndarinnar sýnir að frá árinu 1869 til 1877 var hún á framfæri nefndarinnar og henni ráðstaf á hverju ári til ákveðinna íbúa bæjarfélagsins. Hún sem sagt gekk á milli íbúa bæjarfélagsins hérna í hartnar 10 ár. En takið eftir þessu að árið 1878 var annað upp á teningnum og var hún ekki á lista yfir geðveika ómaga. Þann 24. janúar það ár sendi hún nefndinni bréf þar sem hún bað framfærslustyrk fram á vor og féllust nefndarmenn á að veita henni húsaleigustyrk og lítilsháttar skotsilfur. Ásdís sendi aftur bréf 28. febrúar og bað viðbótar framfærslu og tók fram að hún hefði liðnar vikur deilt herbergi með stúlku sem hét Rannveig Segbe. Reyndar hef ég reynt að leita hana uppi og hef ekkert fundið hana. Og sem sagt hún deildi því herbergi með Rannveig og börnum hennar. Þessu var hafnað þar sem nefndarmenn töldu sig ekki bera ábyrgð á því hvað hún héldi til. Reyndar var svo að fátækranefndin vildi koma Rannveigu til Kaupmannahafnar til ættingja, þannig að hún virðist hafa átt ættingja þar. Varðandi Ásdís og Rannveigu ekki gott að meta hvor studdi hina og má helst segja að aðstæður þeirra og hlutskipti hafi ráðið mest sambýli þeirra. En það athyglisvert að eftir þetta sendi Ásdís beiðni styrk til nefndarinnar aftur vegna svokallaðrar norðurferðar og ávísaði bæjarfólki til hennar 15 krónur til þeirrar ferðar. En bati Ásdísar var ekki langvinnur því að í manntalinu 1880 var hún til húsa í Sauðagerði, grasbýli í Grímsstaðaholti, Reykjavík, Sókn og Geðveik. Vistunin þar styður þá hugmynd að ákveðin heimili hafi tekið að sér að vista umkomulaust fólk. Oft voru þetta stór heimili með mörgum vistaverum. Þetta fer sama við rannsóknir Akihito Susoko sem var japanskur fræðimaður, dvaldi mikið í Englandi og ég reyndar hitti þegar ég dvaldi í Englandi á sínu tíma oft voru þetta stór heimili með mörgum vistaverum og bíddu nú við, þetta voru með mörgum þetta fer saman við rannsóknir Akihito Suzuki þess efnis að stór hluti geðveiks fólks í Englandi og 19. öld hafi verið vistaðir heima á sem annarkvort hjá vandalausum eða skyldfólki.
Í Sauðagerði Grímsstaðaholti bjó Sveinn Björnsson útvegsbóndi ásamt eiginkonu. Á heimilinu, þetta var svo stórt heimili, voru 2 vinnumenn, 1 vinnukona, 2 fóstursynnir, annar 6 ára og hinn nokkra mánaða, 1 niðursetningur, 10 ára stúlka, 1 tökubarn og 6 ára stúlka, karlmaður í sjófræðinámi sem stundaði sjóðaróra og einnig var þar lausamaður í húsinu. Þannig á þessu heimili Ásdís ákveðin tíma og þannig að þetta heimili sem virðist taka sig niðursetninga á vegum bæjarins. Það ekki gott að meta að hvað miklu leyti heimilisfólk hefur þurft að gæta Ásdís eða sinna henni. Og hitt ber að líta að börnin voru 4 á heimilinu og kannski var Ásdís látin gæta þeirra, þannig að það getur verið að hún fengið hlutverk við barnauppeldi á heimilinu. Að hitt ber að, börnin voru 4. Í manntölun 1890 var Ásdís til húsa á Vesturgötu 5 og á þeim tíma var Sæfinnur á 16 skóm þar einnig í húsi, þekktur fyrir ístuðulegs og förumennsku. Þannig að Ásdís heldur áfram að flakka heimili Reykjavíkur þarna. Í skjölu nefndarinnar má sjá að Ásdís var víða næstu misserin og hefur hún vafalítið verið erfið og menn ekki treyst sér til að vista hana til langframa. Það líklegt að hún hafi sem fyrr viljað komast úr Reykjavíkurbæ og norður, þar sem hún hafi meira frelsi og tækifæri til þess að sjá sig sjálf og móta eigin tilveru. Reyndar vitum við ekki hvert norður hún ætlaði eða hjá hverjum hún hugsaði sér halda til. Ákvörðunin ber með sér að Ásdís hefur þótt hún hafa fá tækifæri til að móta eigið líf og má líta á norðurferðina sem tækifæri til þess. Í fræðunum hefur þörf einstaklingsins til að skapa sér eigin tilveru verið nefnd sjálfsefling. Þar hefur verið bent á hversu mikilvægt að einstaklingurinn finni hæfileikum sínum farveg og sé virkur í samfélaginu. Það eins og þessi norðurferð sé einhvers konar þörf til að komast úr þessu umhverfi. En eins og ég sé fyrir mér þá fór hún aldrei norður og dvaldi í Reykjavík alla sína ævi. Takk fyrir mig. Við þakkum Sigurgeiri fyrir og benda á það að ég bý einmitt á Sauðagerðisjörðinni og einn Sauðagerðisbærinn þarna enn og þar einmitt fatlaður maður. Þetta í Grímsstaðaholtinu. Já. Þetta á Reynimel. Takk fyrir. En þá komið að síðasta atriðinu fyrir hádegishlið og það fötlun og safnastarf. Sigurjón B. Hafsteinsson, dósent við Félagsvísindasvið Háskóla Íslands. Blessaður, gjörðu svo vel. Takk. Já, komið í sæl. Ítir maður fyrir að taka hér til að fara að glæra þarna? Já, ég held það. Já. Það er nú komið inn þarna. Já. Græna áfram, ok. Svona, já. Söfn hafa með ýmsum hætti leitast við að koma til móts við aðstæður og væntingar mismunandi hópa í samfélaginu, svo sem á sviði söfnunar, varðveislu, rannsóknar, sýningagerðar og aðgengis. Safnastofnanir hafa á síðustu áratugum breyst til hins betra með tilliti til þessa, en þar hefur ýmislegt komið til. Þessar breytingar hafa vakið upp spurningar fyrir söfn eins og þessar, og ég vona að ég geti dottið inn á einhverjar af þeim. En allar eru þar mjög mikilvægar og krefjandi fyrir safnastarf og aðra sem málin snerta. En safnastarf hefur þar með á undanförnum áratugum tekið töluverðum breytingum og markast þar af aukinni vitund samfélagslegt hlutverk safna. Breytingarnar koma í kjölfarið á harðri gagnrýni minnihlutahópa á starfsemi náttúruminjasafna, listasafna og menningarminjasafna og gagnrýnin hefur beinst að fjölmörgu í starfið þeirra. Kvartað hefur verið undan því að aðgengi á söfnum sé í ólestri og að þau sinni ekki söfnin á gripum eða heimildum á forsendum minnihlutahópa. Skráningamál og varðveisluhugsun eru einnig talin takmörku við aðra en sjónarmið minnihlutahópa og sagt að hugsunum byggja á flokkunarkerfum sem gerir lítið úr þeim hópum.
Rannsóknir safna eru jafnframt gagnrýndar fyrir hlutdrægni og hið sama gildir framsetningu á safnkosti safna, sýningunum, en þar fer oft lítið fyrir lífi, aðstæðum og reynslu minnihlutahópa. Stjórnun safna og starfsmannastefna hefur einnig fengið sína gusu af gagnrýni, þar sem spjótum beint að lýðræðishallanum og takmörkuðum ráðningum meðal annars á starfsfólki með fötlun. Söfn á vegum hins opinbera, ríkis og sveitarfélaga hér á landi eru samfélagslegar stofnanir. Þær eru reknar af sameiginlegum skatthyggjum og hafa lögbundum hlutverkum að gegna gagnvart almenningi. Engin tilraun er hins vegar gerð til þess í lögum og reglum söfn sem kveða á þessi hlutverk að skilgreina nánar hvað átt við með hugtakinu almenningur. Virðist það því eftirlátið starfsmönnum safna að skilgreina hvað almenningur er og hvernig ber að gera grein fyrir honum í starfsemi safna. Ef tekin eru dæmi af lagalegum hlutverkum safna í eigu ríkisins eins og Þjóðminjasafnsins, Listasafns Íslands og Náttúruminjasafns Íslands, þá eiga þau það sameiginlegt að vera eign ríkisins og að vera rekin fyrir fé úr sameiginlegum sjóði samfélagsins. Þau eiga að leggja sig fram að ná utan einhvers konar þjóðlega heild hvert á sínu sviði. Loks eiga þau að endurspegla þessa heild með söfnun og heimildum, rannsóknum, sýningum og kynningum. Svipaða sögu má segja af sérsöfnum í eigu ríkisins svo sem eins og Kvikmyndasafni Íslands og söfnum sem uppfylla skilyrði þess að geta kallað sig safn samkvæmt safnalögum sem voru samþykkt 2011. En hlutverk þeirra er þannig skilgreindað með söfnun, skráningu, varðveislu, rannsóknum, sýningum og annarri miðlun er það hlutverk þeirra að tryggja menningar og náttúruarf Íslands, varpa ljósi á menningar, náttúru og listasögu landsins, styrkja safnkost og heimildasöfnun innan sérsviðs og gera safnkost sinn og heimildasöfn aðgengileg almenningi og fræðimönnum. Og í starfi sínu, og þetta er mjög mikilvæg tilvitnun í þessi svokölluðu safnalög, að í starfi sínu skulu söfn hafa að leiðarljósi að auka lífsgæði manna með því að efla skilning á þróun og stöðu menningar, lista, náttúru og vísinda, tilvitnun lýkur. Almannahlutverk helstu safnastofnunar landsins, Þjóðminjasafns Íslands, hefur ætíð verið eitt helsta keppikefli safnsins. Sigurður Guðmundsson málari víkur að því hlutverki hugvekju sem hann birti árið 1862 í Þjóðálfi og hefur verið mikið vitnað til á síðastliðnu ári á 150 ára afmæli safnsins. En í þeirri grein þá hafði hann uppi óskir að safna annars konar þekkingu en bóklegri, sem honum fannst ráðandi á þeim tíma meðal Íslendinga. Og hann segir: Oss er öllum kunnugt að meðal Íslendinga hafa margar aldir verið ýmsir fræðimenn og fornvísindavinir sem hafa elskað fornsöguvorar og fornrit og sem hafa safnað þeim með alúð og leitast við að útskýra þau á margan hátt. Þetta er í alla staði hrósvert en hefur verið of takmarkað. Það sætir undrum hvað þessir menn hafa samt verið misvitrir og einstrengingslegir, því svo lítur út sem þeir hafi alla jafna fundist þessi einstrengingslega aðferð nægileg fyrir land og lýð, en því fyrir fjarri. Og hann segir: til þess að við skiljum þjóðerni vort og sögulandsins bæða fornu og nýju og til þess að við skiljum fornsögurnar, það er langt meira en menn hafa enn hugsað og vil ég fyrst telja sem eitt af því nauðsynlegasta sem er þjóðlegt forngripasafn. Þessi skoðun Sigurðar er áhugaverð og skref í átt að því sjónarmiði að til þess að skilja betur margbreytilega þekkingar og hvernig fólk aflar sér hennar sé nauðsynlegt að hafa aðgang að eins fjölbreyttum heimildum og mögulegt er. Sporgöngumenn hafa tekið í svipaðan strengi gegnum árin. Það leyti sem dæmi sem bygging Þjóðminjasafns við Suðurgötu í Reykjavík var rísa, sagði Kristján Eldjárn þjóðminjavörður þetta í grein 1949, þar sem hann talaði að safnið eigi að vera handa alþýðumanna á Íslandi og þar á hann að geta skoða sjálfa sig, þar að segja þjóðin í skuggsjá fortíðarinnar og leið skili betur kjör sín og örlög, líf og sögu þjóðarinnar í landinu. Tæplega 60 árum eftir að Kristján skrifaði þessa hugvekju hefur margt breyst í starfsemi safnsins en ekki síður í íslensku samfélagi. Í kjölfar endurbóta á safnbyggingunni við Suðurgötu 2004 ásamt endurskipulagningu þess og endurskoðun á sýningarstofnun safnsins
segir Margrét Hallgrímsdóttir þjóðminjavörður í tilefni af ljósmyndasýningunni Undrabörn sem Rannver mun tala hér á eftir hádegi. Hún segir að það sé mikilvægur þáttur í starfi Þjóðminjasafnsins að bjóða upp á sýningar sem hreyfi við áhorfendum og jafnvel vekja til umhugsunar málefni lúta að fjölbreyttu mannlífi og umhverfi okkar í nútíð ekki síður en fortíð. Tilvitnun lýkur. Í þessum orðum má greina breytt viðhorf til þess hvernig ber að líta á hlutverk safnsins. Það er ekki lengur eingöngu að skapa vettvang fyrir sjálfskoðun og skilning, svo vitnar sér til orða Kristjáns Eldjárs hér áðan, heldur að vekja upp spurningar í fjölmenningarlegu samfélagi. En víkjum aðeins að safnastarfi. Áður nefnd gagnrýni á safnastarfi nátengt menningarpólitískri stefnu í safnamálum sem á undanförnum 20 árum hér á landi hefur einkennst af endurskoðun á samfélagslegu hlutverki safna og fjárhagslegum forsendum þeirra. Menningarpólitíkin hér á landi hins vegar þversagnakennd en á sama tíma og því haldið fram að söfn eigi að sinna ákveðnum hópum samfélagsins betur í anda lýðræðislegra hugmynda eru fjárframlög til þeirra skorin niður og þeim uppálagt að afla sértekna. Slík stefna getur komið niður á starfi safna sem vilja endurskoða áherslur sínar, meðal annars í málefnum fatlaðs fólks, þar sem samvinna með slíkum hópum getur tekið sinn tíma, kannski lengri tíma en fjárframlög gefa svigrúm til. Þjóðminjasafn Íslands hefur á undanförnum áratugum tekið ákveðna forystu í því að fjalla aðgengi fatlaðs fólks að söfnum, þó vissulega megi segja að skilningur safnsins á hugtakinu aðgengi sé talsvert þrengri en kemur til dæmis fram í samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks frá 2007. Þjóðminjasafnið hefur einblínt á endurskoðun ferlimála og sérsýninga með áherslu á aðgengi fólk með mismunandi skerðingar, en látið aðra þætti eins og skoðun og endurmat á kenningalegri nálgun safnsins í þessum málaflokkum mæta afgangi. Safnið hefur einnig tekið þátt í fjölmörgum samstarfsverkefnum við fatlað fólk og samtök þess og sett upp sérstakar sýningar. En söfn standa, eins og Þjóðminjasafnið, standa frammi fyrir vanda þegar þeir fara að vinna með hópum eins og fötluðu fólki að til dæmis sérsýningum. Vandinn sá að hætta er á að samstarfshópunum verði skákað út á jaðarinn og þeir skilgreindir sem hinir. Til að stemma stigu við þeirra hættu hafa fræðimenn á þessu sviði, svo sem eins og innan fötlunarfræða, lagt til að farsæla sé að endurskoða þá nálgun sem söfn hafa við gerð fastasýningu og sýningaráætlana, þar sem sjónarmið hópa á borð við fatlað fólk eru gerð að sjálfsögðu sjónarhorni til að horfa til. Það er einnig umhugsunarefni að ef söfn eru almannastofnanir, þurfa þau þá ekki að huga að því sérstaklega hvort samfélagshópar eins og fatlað fólk eigi að skipta sér af starfsemi þeirra eins og sýningagerð. Slíkt getur hins vegar vakið upp óánægju annarra hópa hlutskipti sitt, valdið deilum og jafnvel grafið undan því faglega kennivaldi safna sem þau eiga að hafa í heiðri. Sem dæmi má nefna að samkvæmt siðareglum Alþjóðaráðs safna er það fagleg skylda safnanna að taka viðeigandi tillit, eins og það er orðað, til sjónarmiða hópa utan safns við túlkun sýningagripa. En viðeigandi tillit er hins vegar ekki skýrt nánar hvað það þýðir og er þar með alfarið í hendi safnmanna í okkar tilviki að túlka það sem eftir því sem þeim hendar. Einnig má spyrja hvort einstaklingar eða hópar eigi rétt á því að koma sjónarmiðum sínum á framfæri í sýningastarfi safna eða hafi einhverju eftirlitshlutverki að gegna með starfsemi þeirra, sérstaklega þegar viðfangsefnin snerta þessa hópa beint. En árið 2001 samþykkti Alþingi áðurnefnd lög, safnalög, sem veitti 3 söfnum forystuhlutverki í safnamálum á Íslandi, Listasafni Íslands, Náttúruminjasafni og Þjóðminjasafnið. En þau voru skilgreind sem höfuðsöfn og áttu að vera öðrum söfnum til stuðnings og faglegar leiðbeiningar hvert á sínu sviði. Ein af þeim breytingum sem fylgdi lögunum var svo að nú skyldi samhafa starfsemi safna víða land og það krafðist ákveðina stefnu. Árið 2003 gaf Þjóðminjasafni Íslands út stefnu sem það kallaði safnastefna á sviði þjóðminjavörslu 2003-2008 og stefna var síðan endurskoðuð og gefin út að nýju undir nýjum ártölum 2010-2014. Í safnastefnunni er vikið að hlutverki fræðslu á söfnum og sagt að söfn eigi að stunda, eins og það er orðað, stunda skipulagt fræðslustarf fyrir skóla og almenning og er þar með talin fullorðinsfræðsla og fræðsla fyrir hópa með sérþarfir. Tilvitnun lýkur. Safnfræðsla á einnig að vera fyrir alla, eins og það er orðað, óháð aldri, kyni, uppruna og þjóðfélagsstöðu. En af þessum
dæmum úr þessum textum sést hvernig jafnréttisumræðan hefur náð inn fyrir dyr hjá söfnum, en þau eru sér flest meðvituð skyldur þeirra, eða skyldur sína til að koma til móts við ólíka hópa. Í sama verður hins vegar ekki sagt annað í stefnunni, en þar ekki að finna sérstaka áherslu á mikilvægi þess að koma til móts við hópa sem söfn hafa til þessa leitt hjá sér í starfsemi sinni. Og það vekur eftirtekt að ekki gerð tilraun til þess í stefnunni að til dæmis að hvetja til kenningarlegrar endurskoðunar, þar að segja það hvernig þau nálgast sín viðfangsefni á fyrri hugmyndum söfn, eins og varðandi söfnun efnislegra og óefnislegra heimilda, rannsóknir á þeim og framsetningu á þeim á sýningum. Þess í stað lögð áherslu á aðrar forsendur á borð við söfnuna tímabil, söfnuna svæði og sérhæfingu, en allt þetta er til umfjöllunar í þessari stefnu. Þetta þýðir með öðrum orðum að ekki hugað sérstaklega að vaxandi þátttöku kvenna, innflytjenda og fatlaðs fólks til dæmis í þjóðlífi og menningu þrátt fyrir almenna viðurkenningu á því að þeim hópum hafi ekki verið gefin nægilegu gaumur í starfsemi safna. En á hinn bóginn má segja að í almennu orðalagi má finna í stefnunum sem ég hef nefnt sé rými til að gera ráð fyrir áherslum þar sem fötlun í fyrirrúmi söfnunar og rannsókna og miðlunar. En það hins vegar líkur á að almennt orðalag verði til þess að eldri yfirsjónir endurtaki sig og að söfn starfi á sama grundvelli og áður með sömu safnastefnu og gerir þar með sömu mistökin. Ég sé að ég hef algjörlega ruglast í glærunum hérna. Ég vonaði afsakið það. Bara gleymdi þeim. En þegar söfn eru skoðuð í ljósi fötlunarfræða má greina frjósaman jarðveg til rannsókna langar með að tæpa á einu slíku dæmi sem sýnir fram á það. Geirahús sem við sjáum hérna á glærunni, og nú veit ég af hverju hérna ég glemdi glærunum, en það vegna þess að það svo skemmtilegt að lesa þetta. Og ég vonaði að fá tækifæri til þess í bókinni sem liggur hérna frammi, en það svona ítarlegri útgáfa af þessu erindi í grein. En Geirahús á Seyðisfirði fyrrum heimili Ásgeirs Emilssonar og tileinkað honum. Geiri, eins og hann var oftast kallaður, fæddist blindur á öðru auga og heyrnarlaus á öðru eyra. Hann átti erfitt með að tala og reyndist mörgum erfitt að skilja það sem hann sagði. Ásgeir stundaði skólagöngum í jafnöldrum sínum og sjómennsku á fullorðinsárum, var hagur listamaður og þekkti fyrir þrívíð verk sem hann gerði úr dósum. Geiri útbjó einnig ramma úr sígarettupökkum, málaði málverk og tók fjölda ljósmynda frá óvenjulegum sjónarhornum. Skömmu eftir að Geiri lést 1999 var ákveðið að varðveita óvenjulegt heimili hans sem heimild ævi hans og störf. Í Geirahúsi getur að líta heimilishaldans sem einkenndist af tví- og þrívíðum listaverkum sem hann bjó til, málverk, ljósmyndir og verk úr dósum og sígarettupökkum. Það vekur athygli að á safninu fötlun Geira engin skil gerð, en vissulega má spyrja sig að því hvort ekki væri ástæða til slíks meðan annars í ljósi þess að hann var vinsæll, vinamargur og sjálfstæður. Og það var á brattan að sækja, sem áhugavert, að þegar afla skyldi þeirri hugmynd brautargengi að varðveita hús og innbú Geira. Því að sumum bæjarbúum þótti sem þar væri verið að undirstrika eymd Geira og að slíkur minnisvarði yrði bæjarfélaginu til skammar. Þeir sem stóðu fyrir verkefninu voru hins vegar á öðru máli og gefur safnið fyrirheit að skilningu sé að vaxa á því að huga að sögu og lífi fatlaðs fólks í íslensku samfélagi. En þrátt fyrir Geirasafn og önnur álíka verkefni sem gefa ákveðin fyrirheit margt enn ógert og mann nefna sem dæmi að enn hefur ekki farið fram rannsókn hér á landi á því hvað til í íslensku söfnum af gripum og öðrum heimildum líf, stöðu og viðhorf fatlaðs fólks. Og ég veit ekki hvað Guðmundur myndi segja þennan stól sem hérna, en þetta sem sagt tekið í geymslu minjasafnsins á Akureyri. Og svona í raun og veru sagan. Hún liggur svona inn í þessum hrúum, inn í þessum hillum og hefur, eftir því sem ég best veit, ekki verið skoðuð á neinum. Mikið starf fram undan þarna.
En til þess að taka þetta saman þá má segja að á síðastliðnum 200 árum hafa söfn gegnt því megin hlutverki að vera menntastofnanir fyrir almenning. Á undanförnum áratugum hafa komið fram brestir í þann ásetning. Í stað þess að byggja hlutverk safna á yfirlætislegri afstöðu gagnvart viðfangsefni sínu og horfa þannig fram hjá minnihlutahópum í fortíð og samtíð, hefur gagnrýni á störf safnanna vakið ný sjónarmið og verkferla sem mæta betur þeim samfélögum sem þau starfa í. Og sem dæmi má nefna að talið er mikilvægt að skilja það samfélag sem þau eru hluti af, samsetningu þess, þarfir, forgangsmál, togstreitu, styrk og tengsl. Og síðast en ekki síst að þessi þættir verða að endurspegla ákveðna breidd sem tekur til allra hópa í samfélaginu. Og söfn hafa einnig undirstrikað mikilvægi samvinnu á undanförnum áratugum og nauðsyn þess að fyrir hendi sé næmur skilningur á þeirri ábyrgð og þeim framsetningamáta sem styrkir hvert samfélag. Og þau skref sem söfn hafa tekið í þá átt má rekja til vaxandi vitundar félagslegt og menningarlegt óréttlæti, endurskoðunar á lagalegum skyldum safna og fræðilegrar umræðu sem ég kom aðeins inn á hérna í upphafi máls míns. En í lokin, hér á landi hafa mörg söfn svarað mörgum af þeim áleitnu spurningum sem bornar hafa verið upp í þessu erindi, svo sem með því að bæta aðgengi gesta, taka sér stöðu með hópum fatlaðra, efna til sýninga á lífi þeirra og aðstæðum og koma þannig til móts við breytingar og væntingar í okkar samfélagi. En þrátt fyrir viðleitnina má enn sjá djúpa gjá milli þessara hópa og annarra í samfélaginu þegar kemur að því að hafa raunveruleg og varanleg áhrif á söfnin og starf þeirra. Og í þessu samhengi skiptir höfumáli að mínu mati að fatlað fólk er sjálft mikilvægustu þátttakendur við mat og endurskoðun og framsetningu á eigin lífi, aðstæðum og skoðunum í safnastarfi. Og að endingu má segja að kannski er það nákvæmlega sem sker í raun úr hversu vel tekst til í endurskoðun á þætti fatlaðra í starfsemi safna. Kærar þakkir. Við þökkum Sigurjóni fyrir. Ég vil benda ykkur á hvað tímarnir hafa staðist alveg rosalega vel. Og ég hef ekki þurft að vera að ýta við fólki hérna, en mér finnst það bara frábært og hlakka til eftir hádegið að hvort það standist jafnvel þá. Bara treysta á það. En þá komum við að matnum og eins og ég sagði hér fyrr að þá er það þannig að hægt er að það er semst ekki boðið upp á neitt mat, en það er tilboð á heilsu hlaðborði í munnhörpunni sem er á fyrstu hæðinni og þetta tilboð hljóðar upp á 1950 og svo er Kolabrautin, það er svona flottari veitingastöður sem er hérna upp á 3. hæð með öllu veglegri veitingum fyrir þá sem það vilja. Og jafnframt fjöldi veitingastæði í miðbænum, bæjarins bestu og fleira. Já. Það bara þakka ég fyrir og við sjáumst hérna klukkan 1, eða svona rétt 1. Takk.